Við bjóðum velkomna Eddu Sif Aradóttur, framkvæmdastýru Carbfix, sem flytur okkur erindið Carbfix grjóthörð loftslagslausn. Góðan daginn, gaman að fá að vera með ykkur hérna á umhverfisþingi í dag. Ég ætla að segja ykkur frá grjótharðri loftslagslausn sem að Carbfix hefur þróað á undanförnum árum og frá áformum okkar hvernig nýta megi lausnina í baráttu við loftslagsvána og þá ekki bara hér á landi, heldur líka á heimsvísu. Það er ju auðvitað þannig að heimsþorpið á bara eitt sameiginlegt andrúmsloft. Svo lausnir við loftslagsvandanum þarf að hugsa þvert á landamæri. Það er alveg ljóst að markmið Parísarsamningsins þau munu ekki nást án umfangsmikillar kolefnisföngunar og förgunar. Til ársins 2060 þá þurfum við að koma í veg fyrir losun á 1000 gigatonnum af koldíoxíði. Og þetta er auðvitað ótrúlega stór stærð sem að við einhvern veginn gerum okkur auðvitað ekki í hugarlund hversu stór er. En af þessum 1000 gigatonnum þá þurfa 115 gigatonn að koma frá kolefnisföngun og förgun. Og til þess að setja þá stærð í samhengi þá er það það bil 1 Gullfoss að meðaltali sem við þurfum að dæla ofan í jörðina allan sólarhringinn alltaf fram til ársins 2060. Þannig að verkefnið hvað varðar kolefnisförgun er auðvitað gríðarstórt. Carbfix hefur þróað nýja lausn til kolefnisförgunar sem í senn umhverfisvænni, hagkvæmari og öruggari heldur en aðrar lausnir til niðurdælingar á koldíoxíði sem að þróaðar hafa verið innan olíu- og gasiðnaðarins og fela yfirleitt í sér geymslu á koldíoxíðgasi við ofan í þverrandi olíulindum. Carbfix-tæknin hins vegar, hún fangar koldíoxíð og umbreytir í stein á innan við 2 árum með tækni sem að hermir eftir og flýtir náttúrulegum ferlum. Lausnin sem við höfum þróað í Carbfix byggir á vísindalegum grunni og þróun tækninar og uppbygging verkefna hefur frá upphafi verið unnin í mjög nánu samstarfi við Háskóla Íslands sem og aðrar innlendar og erlendar rannsóknarstofnanir. Og Carbfix-tæknin, hún felst í því að í staðan fyrir að sleppa koldíoxíði út í andrúmsloftið þá föngum við það úr útblæstri og leysum upp í vatni. Og þetta er þá það sem við dælum ofan í jörðina, vatn með uppleystu koldíoxíði. Og svo er það enda þannig að við getum líka fangað gastegundir eins og brennisteinsvetni með sömu tækni, dælt ofan í jörðina og steingert að eilífu. Og við höfum dælt niður núna 100.000 tonnum af koldíoxíði og brennisteinsvetni á Hellisheiði og tæknin er þess vegna orðin sannreynd við ákveðnar aðstæður og þess vegna er mjög ákjósanlegt að horfa til þess að beita henni á stórum skala til að sporna gegn loftslagsbreytingum. Kostnaður við að beita tækninni á Hellisheiði er líka langt lægri heldur en núverandi verð á losunarheimildum eða rétt helmingur miðað við hvað það kostar að kaupa sér losunarheimildir í dag. Og núna þegar Alþingi er búið að samþykkja lög sem gera niðurdælingu á koldíoxíði frádráttarbæra gagnvart ETS-kerfinu, þá getur það einfaldlega verið fjárhagslega hagkvæmara að fjárfesta í tækni sem fargar koldíoxíði frekar en að kaupa losunarheimildir. Og þetta er auðvitað gríðarlega mikilvægur áfangi að ná. Basalt, sem er bergtegundin sem við dælum koldíoxíði ofan í til steinrenningar, er ein af algengustu bergtegundunum á jörðinni. Það er það bil 5% af meginlöndunum sem eru gerð úr basalti og stór hluti af sjávarbotninum. Og við í Carbfix erum búin að búa til gagnvirkan kortagrunn sem sýnir hvar það er í heiminu sem við finnum helst basalt. Og ekki bara það, heldur getum við líka séð hvaða stórlosendur eru staðsettir í nágrenni við basalt. Og ég hvet ykkur til þess að fara inn á heimasíðun okkar og skoða þennan gagnvirka kortagrunn af því þá gerir maður sér í hugarlund hversu stórum skala má í rauninni ná með því að horfa til kolefnisförgunar í bergi. Nú við horfum að bindigetu basalts á Íslandi þá er hún gríðarlega mikil, eða 100 sinnum meiri heldur en þessi 115 gigatonn sem við þurfum að dæla niður til ársins 2060 og ég minntist á áðan. Og ef við horfum á allt basalt á jörðinni þá er það meira en 1000 sinnum meira heldur en þarf til þess að leysa loftslagsvandann. Tækifærin til þess að binda koldíoxíð í bergi eru þess vegna alveg gríðarlega mikil. Það er unnið að uppskulun Carbfix-tækninnar eftir 3 samsíða leiðum svo hún geti nýst heiminum til þess að ná loftslagsmarkmiðum sínum. Í fyrsta lagi þá vinnum við að staðbundinni hreinsun og förgun á koldíoxíði frá orku- og iðnaðarframleiðslu
og þessi nálgun mun alltaf vera hagkvæmust ef það hægt að farga koldíoxíði í nágrenni iðjuvera. Í öðru lagi þá vinnum við að förgun á koldíoxíði sem fangað beint úr andrúmslofti með svokallari loftsögutækni, en svissneska fyrirtæki Climeworks hefur þegar reist slíka stöð við Hellisheiðarvirkjun og hefur sú starfsemi vakið mikla athygli, enda eru stór alþjóðleg fyrirtæki eins og Microsoft, Audi, Coca-Cola og Stripe viðskiptavinir þessa verkefnis sem endurheimtir koldíoxíð úr andrúmslofti sem þegar hefur verið sleppt þangað. Og þar fyrir utan þá fjárfestir Microsoft beint í loftsögunum sjálfum. Nú í þriðja lagi þá unnið að þróun á stórri móttöku og förgunarmiðstöð fyrir koldíoxíð sem yrði flutt langan veg eftir föngun með til dæmis skipum. Það undirbúningur að hefjast fyrir slíkt frumkvöðlaverkefni hér á landi sem mun geta fargað milljónum tonna af koldíoxíði. Og samhliða uppskölun á tækninni eftir þessum 3 leiðum þá vinnum við að áframhaldandi nýsköpun þar sem áherslu snúa að því að sýna fram á fýsileika þess að nota sjó í stað ferskvatns til þess að leysa koldíoxíð upp í við niðurdælingu og hins vegar að skoða annars konar bergtegundir og innleiða Carbfix-tæknina í ólíkri iðnaðarstarfsemi. Við sjáum vegferðina framundan þannig fyrir okkur að frumkvöðlaverkefni í öllum 3 flokkunum sem ég minntist á hérna áðan verða byggð upp hér á landi, en sambærileg verkefni í framhaldinu byggð upp erlendis á jarðfræðilega heppilegum stöðum. Og útrás af þessu tagi þegar hafin hvað varðar staðbundna föngun og förgun sem var fyrst byggð upp á Hellisheiði. Nú nefnilega unnið að þróun sambærilegra verkefna í Tyrklandi, á Ítalíu og í Þýskalandi sem og annars staðar á Íslandi. Og niðurdæling mun hefjast á að minnstakosti 5 nýjum stöðum á næstu 12 mánuðum eða svo. Í kjölfar innlendrar uppbyggingar á fyrstu sinnar tegundar loftsögu og kolefnisförgunar miðstöðvum sem að farga koldíoxíð annars vegar úr andrúmslofti og hins vegar frá skipum í kjölfar flutnings til landsins. Þá von okkar að í kjölfarið þá geti með sama hætti og hefur núna gerst með verkefnið á Hellisheiði byggst upp sambærileg verkefni á heppilegum stöðum í heiminum og þar yrði koldíoxíð steingjert í stórum stíl. Við teljum að með þessari nálgun þá getum við átt möguleika á því að ná Gullfoss-skala í tæka tíð. Í nýútgefinni loftslagsskýrslu Sameinuðu þjóðanna kemur fram að loftslagsváin ágerðist á síðasta ári þrátt fyrir færri ferðalög og langt minni almenn umsvif út af heimsfaraldri COVID-19. Antonio Guterres, aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, hann sparaði ekki stóru orðin í nýlegri ræðu þegar hann sagði mannkynið standa á brún hyldýpis og að árið í ár, árið 2021, yrði að vera ár aðgerða. Við hjá Carbfix tökum svo sannarlega undir það og hér eftir verðum við að sjá minnkun í losun gróðurhúsalofttegunda samhliða því að auka föngun úr andrúmslofti. Í ljósi þess að loftslagsmarkmið munu ekki nást nema með kolefnisförgun á gríðarstórum skala látum við í Carbfix ekki okkar eftir liggja þegar kemur að aðgerðum. Það fjöldi verkefna í undirbúningi hjá okkur bæði á smærri og stærri skala auk þess sem við veitum ráðgjöf og þjónustu á sviði kolefnisförgunar. Við erum í samtali við fjölda aðila víða heim og áhuginn á að innleiða tæknin okkar mikill. En orðum þurfa auðvitað að fylgja aðgerðir og þá helst strax. Ísland hefur allt sem þarf til þess að halda áfram á þeirri frumkvöðlabraut sem við höfum verið á. Og við getum nú bætt þróun græns kolefnisförgunar iðnaðar við aðra umhverfisvæna starfsemi sem þegar í landinu. Okkur ber skylda til þess að nýta basaltið okkar sem nýja auðlind í þágu loftslagsins. Þróa hér fyrstu sinnar tegundar verkefni sem síðan má herma eftir víða heim. Og alþjóðlega eftir því tekið að Ísland hefur náð framúrskarandi árangri í kolefnisförgun. MIT raðaði Íslandi til dæmis í fyrsta sæti Green Future Index sem eins konar mæling á grænu framtíðarskori þjóða meðal annars vegna frumkvöðlastarfs sem að hér unnið á sviði kolefnisförgunar. Og þetta árangur sem mikilvægt að byggja á
og blása til stórsóknar í loftslagsmálum. Ábyrgðin okkar allra. Takk fyrir.